Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Lokaár grunnskólans það litast oft svolítið af fjáröflunum fyrir 10. bekkja ferðalagið. Hér í Giljaskóla á Akureyri er skemmtilegt fjáröflunarverkefni í gangi sem við ætlum að kynna okkur aðeins nánar. Þau eru semst að pakka gulrótum. Þetta er 10. bekkur í Giljaskóla og þau eru í fjáröflun. Og það var ákveðið að selja gulrætur. Og við ákveðum semst að taka hérna svona umhverfisvænt skref af því að það var plastlaus september og fengum þau hugmynd að sauma poka og svo svona fór þetta á milli okkar. Hún er textílmentakennari? Já, ég er textílkennari. Já, textílkennari. Og þannig að hún var með allar lausnirnar og við gátum fundið út úr þessu saman og þau voru jákvæð fyrir þessu og þetta er bara búið að ganga ótrúlega vel. Þau voru eins og í verksmiðju niðri að sauma og þau eru búin að gera þetta allt nema hún sá svona undirbúningsvinnu til þess að rífa lög og eitthvað svona. Fengur lög frá Rauða krossinum. Ég var semst búin að tala við Rauða krossin. Ég er semst textílkennari og er rosalega mikið að einblína á endurvinnslu og að nota gamlan textíl í minni vinnu. Og ég var búin að biðla til þeirra að fá hjá þeim gummilög, teygjulög. Og ég hefði fengið bara, stutt áður en við fengum þessa hugmynd, hefði ég fengið 2 fulla svarta ruslapoka af lögum og okkur fannst bara alveg tilvalið að nota þau í þetta. Þannig að það var lendingin. Við klipptum niður þessi lög og stimpluðum gulrót á hvern poka. Það var reyndar hugmyndin að sauma sem sagt 360 poka en það gekk ekki alveg, þannig að við náðum ekki alla leið. En allavega við náðum þessari hugsun að endurnýta og að þessari sjálfbærni. Já, og gera þetta pínlítið öðruvísi því það eru allir í þessari. Það eru allir í fjáröflun. Margir eru með gulrætur, þannig við náðum svona að setja aðeins twist á þetta, svona slakri íslensku. Við sem sagt saumum poka og við erum með svona fjáröflun fyrir 10. bekkjarferðin okkar í vor og við saumum poka og erum að fara að selja gulrætur í pokanum sem við saumum í tengsl við plastlaust september, þannig að kennararnir okkar ákveðu að við myndum sauma poka í staðinn fyrir að hafa plastpoka. Og þetta er allt saman gert fyrir hvað? Fjáröflun. Til styrktar útskriftarferðalaginu í Giljaskóla. Já. Þannig að við erum bara að safna upp í ferðalagið þannig að við getum gert eitthvað skemmtilegt allur bekkurinn. Við erum að fara að halda svona árshátíðarballið okkar og við fáum pening út af því og svo erum við búin að selja harðfisk og svo erum við að selja gulræturnar og við erum alveg komin svona yfir svona áætlað verð sem við ætlum að hafa, þú veist, eftir áramót. Þannig að núna, eftir við seljum gulræturnar, þetta er alveg 300 og eitthvað pokar. Þannig að við erum búin að leggja mikla vinnu í pokana og þetta er búið að vera mjög gaman og svona hópefli að gera þetta saman, svona bekkurinn. Er þetta verkefni búið að vera í gangi lengi, þetta pokaverkefni? Nei, bara síðan í september einhvern tímann, eða ekki? Já, við byrjum í september að sauma poka og svo við byrjum að sauma pokana og einhverju tíktu saman og svo var svona stöðvar hjá okkur og einhverju stimpluðu á pokana og saumuðu og svo snéru einhverju við og löguðu svona spotta og eitthvað, reyna að gera þetta fínara. Og svo núna erum við bara að byrja að setja í pokana. Og þetta er allt endur nýtt hérna í pokanum, eða ekki? Jú, við ætlum svo bara, já, þetta er svona markmið að reyna að hafa minna plast út af plastum sem september og þannig að fólk getur notað þetta aftur í framtíðinni þegar það er búið að borða upp í pokanum. Og í hvað er það átt að nota það? Bara eins og í bónus, ég vinn í bónus, þannig að fólk kemur skilur oft með svona poka með sér með grænmeti í, þannig að, já. Finnst þið fólk vera að koma meira og meira með svoleiðis poka? Já, þetta er búið að, ég byrjaði í janúar og þetta er búið að aukast mjög mikið. Já, fólk er mjög mikið með fjárlundapoka og við erum líka búið að byrja að selja miklu svona fleiri gerðir og fólk er að kaupa það og það er miklu færri sem að kaupa plastpoka. Við erum að pakka gulrótum í poka og selja. Hvað er öðruvísi við þetta heldur en, já, venjulega poka sem maður myndi pakka í og selja? Þetta er ekki plastpokar. Þetta er svona lög af rúmum eða eitthvað og við erum að pakka þeim saman og setja í, það er plastlaust september, var nýbúinn, þannig að við erum að gera eitthvað annað. Við erum plastpokar. Og er þetta eitthvað sem þið bjuggu til sjálfir eða? Já, við byggum til í handmennt.
Við saumum þá og stimpluðum þá. Hvað er það sem þið gerir hérna í þessu verkefni? Hvernig farið þið að þessu öllu saman? Við setjum gulrætur og hérna á viktum og svo tekur hún og setur í poka. Við saumuðum þessa poka og stimpluðum og alls konar. Hvað átt að setja mikið í bóksið? 1 kíló. Hvað hafið þið lært í þessu verkefni? Sem sagt, þolinmæði og það tekur allt tíma og bara að læra að elska jörðina. Við þurfum að fara vel með jörðina. Stærsta plasteigan er 7 sinnum stærri en Ísland. Er þetta eitthvað sem þið hafið fjallað mikið um, plast og að nota fjölnota umbúðir og svona? Já, eins í náttúrufræði. Við verðum sem sagt skrifum með svona samninga við ættum að nota minna plast í september og byggjum til sem sagt svona verkefni. Við máttum ráða en okkar hópur gerði sem sagt verkefni úr plasti. Til að byrja með þá fannst þeim þetta kannski óþarfi. Já, óþarfi og þeim leist nú ekkert á þessi lög, að vera að nota lög. En ég sannfærði þau að ég hefði þegið þessi lög 2 sinnum á 90 og þá róðustu aðeins. Og síðan þegar þau fóru að finna sem sagt að það var áhugi á þessu og það voru fólk spennt fyrir að kaupa af þeim heimatilbúin poka eða sem saumaðan poka og þá allt í hennu sáu þau tilganginn. Þannig að þegar upp í staði þá held ég að þetta hafi alveg skilað öllu sem að við ætluðum okkur með þessari vinnu. Það voru margir búinir að selja alla pokana löngu áður en að gulræturnar koma af því þetta er sérstakt í sérstökum umbúðum í rauninni. Er þetta eitthvað sem þið vinnir mikið með, sjálfbærni, umhverfisvernd, endurnýting? Já, það er náttúrulega hluti af námskrá skólana að vinna með sjálfbærni og endurnýtingu og þannig að við erum ofta að reyna að flétta þetta inn í það sem við erum að gera og gerðum það með þetta. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.